Ólaf eins og ég gerði með Björn Traustason í dag og þar var mér sagt að hann væri sálfræðingur með réttarsálfræði sem sérgrein og forstöðumaður mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnar og hefur meðal annars starfað hjá Sálarétti og Háskóla Íslands. Gjörðu svo vel, Ólafur. Ég var ekki svo forsjálf að koma með glærurnar, senda þær fyrir það, náðum ekki alveg að klára það, en hér komum við þetta hérna. Síðan það miklar umræður menntun, sem mjög ánægilegt að það sé til umræðu, því að þið erum ekki eini faghópurinn sem að velta þessu fyrir sér. Ég nýlega verið að ræða við fangaverði einnig og Fangelsismálastofnun að skoða tillögur menntamálum þar og tollskólinn líka. Þannig að það greinilegt að það margar fagstéttir að velta fyrir sér menntamálum. Ég tók við þessu starfi sem forstöðumaður mennta- og starfsþróunarseturs lögreglu árið 2016. Ég ætla aðeins kannski að hafa það starfað hjá lögreglunni frá 2004 og önnur störf svo sem að stoppa við að Fangelsismálastofnun og alltaf verið að kenna í Háskóla Íslands samhliða. Þannig að hafði haft töluverðan áhuga á menntamálum, þannig að ég valdist eiginlega í þetta starf þegar menntuninni var breytt. Aðeins að gera okkur yfirleitt yfir þetta því kannski þekkið einhverju leyti þessar breytingar. Það búið að vera, það var ansi lengi umræða innan Landssambands lögreglumanna menntun hér á landi. Norski lögregluháskólinn breytti náminu sínu 1992 í 3 ára BA-próf. Það ansi langt síðan og svo höfðu norrænu háskólarnir í Kaupmannahöfn og í Finnlandi breytt náminu sínu einnig og Svíar voru að skoða þetta. Það var mikill þrýstingur á pólitíkina og pólitíkin þrýsti síðan á embættismannakerfið í raun og veru til þess að skoða þessi menntamál. Það voru 2 starfshópar, annars 2014 en 2015, sem unnu að þessum breytingum. Starfshópurinn 2014, hans hlutverk var að skoða hvar í raun og veru menntu lögreglumanna gæti átt heima, ætti að efla lögregluskóla ríkisins sem þá var starfandi, ætti að færa lögreglumann í framhaldsskólakerfið eða háskólakerfið, ætti að stofna sérstaka fagháskóla utan námið, hverjir væru fýsilegustu kostirnir. Og niðurstaða hópsins 2014 var svo að það ætti að færa þetta inn í almenna háskólakerfið og búa til 3 ára BA-próf. 2015 var stofnaður nýr hópur til að útfæra það. Ok, ef þetta niðurstaðan, ef þetta raunin að eiga að færa þetta inn í háskólakerfið, hvernig getur það þá litið út? Þannig að það sem starfshópurinn 2015 gerði var að fara svolítið inn í smáatriði það hvernig lögreglunám gæti litið út og skoða þá starf lögreglumanna, skoða menntun lögreglumanna og reyna að sjá að teikna upp beinagrind að námi á háskólastíg. Og ég var fulltrúi ríkislögreglustjóra í þessum hópi. Hópurinn skilaði í júní 2015 og strax hófst undirbúningur hjá innanríkisráðuneytinu að færa námið á háskólastíg og frumvarp leit svo dagsins ljós á vorþingi 2016 og var samþykkt 31. maí 2016 og þá var stofnaður mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu hjá ríkislögreglustjóra. Það var ákveðið að fara ekki með það sem sjálfstæða stofnun, það er að segja að breyta nafni lögregluskóla ríkisins yfir í eitthvað annað heldur að fækka ríkisstofnunum. Og ástæðan fyrir því að það var talið nauðsynlegt að það yrði stofnað sérstakt mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu er að
sérstaklega þessi verklega þjálfun, að hún ætti sér einhvern sess innan lögreglunnar. Það var ljóst að það var ekki hægt að færa ýmsa námsþætti til háskólana, og þá er ég fyrst og fremst að hugsa valdbeitingu, skotþjálfun, akstur með forgangi og marga aðra þætti sem eru svona sérþættir lögreglunnar. Og samhliða þess var lögregluskóli ríkisins aflagður frá 30. september og lögreglufræðinámið var fært til Háskólans á Akureyri 23. ágúst 2016, og þeir innrituðu nemendur strax bara opnuðu fyrir innritun 24. ágúst og námið hófst bara 10. september. Ég fer aðeins betur yfir námið og þetta er náttúrulega ótrúlegu tími. Við áttum okkar norræna skólastjórafund að við Pétur var að víkja því. Við áttum hann í síðustu viku og þeir eru ennþá jafn hissa á að heyra þetta aftur og aftur að lánin hafi verið breytt með þessum hætti hér á landi því að það hafi verið teknir nemendur einhverjum 10-15 dögum eftir að námið var breytt, en við sjáum hvernig til tókst. Grundvöllur af kannski þessum breytingum með hópnum 2015 var það að fara út í starfsgreiningu á námið. Bæði voru starfandi lögreglumenn spurðir það í því námi, hvernig fannst þér tímanum var of lítill tími, of mikill tími eða hæfilegur tími, þannig að það er ekki mikið sem að fólk merkti við að það væri of mikið farið í, en við sjáum þarna þessar 2 dagar sem er hæfilegur tími, hvað þeim fannst vera hæfilega farið í og hvað þeir vildu fá meiri tíma í. Og eins og sjáum þar eru í raun og veru mörg atriði sem að háskólarnir geta vissulega styrkt, en einnig þjálfunaratriði. Það er kannski háskólarnir kannski geta unnið eitthvað í að styrkja færni í mannlegum samskiptum og samskiptakenningum, en mikið af þessum þáttum líka eins og sjálfsvarnar og handtökuaðferðir og vettvangsvinna og verndun vettvangs, slysahjálp og slíkt er í raun og veru hjá menntasetrinu. Það er raun og veru kannski lögreglufræði, sálfræði og einhver slík fög sem eru kennd hjá háskólanum. Skipulagið var í raun og veru upphaflega, eins og ég sagði þá, hópurinn 2014, hann vildi fara í 3 ára bakkalárnám eins og er á Norðurlöndunum, en það myndi það gefa lögreglumönnum möguleika á að fara í meistaranám, bæði hér á landi og erlendis. Það var hins vegar ekki lendingin, heldur var það 120 einingar sem 2 ára nám. Og svona til gamans að þá sá ég á glærunum með Pétri að það var 540. Það myndi vera svona cirka 18 ECTS einingar í fagnáminu. Við ætlum að færa það yfir svona bara kennslustunda fjöldan, ekki endilega innihald eða slíkt. Háskólinn á Akureyri á sem sagt að hafa yfirumsjón með öllu náminu, bæði því sem menntasetri gerir og það sem þeir gera. Þetta er fyrst og fremst bóklegt háskólanám og fræðilegar rannsóknir sem þeir eiga þá að byggja upp, því það þarf að byggja upp í raun og veru. Ef við segjum að lögreglufræði sé vísindagrein á háskólastigi, þá þarf það á því að byggja einhverja rannsókn. Það þarf að vera svona ákvarðanir, aðferðir, það þarf að sýna fram á það að aðferð A virki betur en aðferð B. Öðruvísi getum við tekið ákvarðanir það hvað aðferðum skuli beita. Þannig að það er meginhlutverkið hjá þeim. Þeir kenna þetta nám í fjarnámi, þannig að nemendur fara í 2-3 daga á hverju öll á Norður Akureyri. Annars er þetta á kennsluverknum Moodle sem ég held að þið þekkið, því að þið nýtið ekki Moodle-vef Keilis með sérsniðin fyrir ykkur. Þannig að mestmengnis fer þetta frá netinu. Mennta- og starfsþróunarsetrið hins vegar, það á að annast þetta starfsnám, það er að segja þessa praktísku þjálfun, en líka símenntun lögreglumanna, og þá erum við lengra
og nám fyrir rannsóknarlögreglumenn og stjórnunarnám, en líka skemmri námskeið sem þá kannski 2-3 daga námskeið og ýmislegt ráðstefnuhald. Við erum að færa okkur meira yfir í þetta rafræna umhverfi eins og við getum til þess að nýta betur þann tíma sem því að eins og með slökkviliðina þá eru þau dreifð allt land og lögreglulið líka og það hentar þar alveg best til að koma þekkingapartinn til sem flestra að hafa hann á netinu en verklega partinn síðan á staðnum. Svona aðeins að því þetta er dálítið svona skrítin tengsl upphaflega var kannski þessi pæling var ekki alveg svona, það að segja hjá innanríkisráðuneytinu þá töldum við að við getum farið sænsku leiðina svokallaða, það að sænski ríkislögreglustjórinn, hann í raun og veru semur við tiltekna háskóla aðalnámskrá og kennslu og menn voru komin mjög langt með það hér á landi þar til að koma í ljós að menntamálaráðherra einn má semja við háskólana og háskólarnir væru algjörlega sjálfstæðir með það hvernig þeir byggðu sína námskrá. Þannig að samt fór þetta í gegn og í raun og veru þannig í dag að lögreglumenntun á ábyrgð háskólana og í raun og veru hlutfall á milli áfanga, eininga, innihald allt á ábyrgð háskólana og lögreglan kemur þar hvergi nærri, þannig ef að menn vilja kenna menn að kenna þarna ýmislegt sem að ég veit að lögreglumenn kannski sjá ekki alveg tilgangi með þjóðfélagsfræði og tölfræði og ýmislegt svona sem að ég held samt að sé mjög góð grunnur og nýtist klárlega í starfi en hefur vissulega ekki relevans við kannski svona grunnstarfið beint. Nú, eins og ég sagði áður að þá mennt- og starfsþróunarsetur innan ríkislögreglustjóra sem sérstök eining þar sem heyrir bara beint undir ríkislögreglustjóra sjálfan og þetta var svona það sem að var teiknað upp af undirbúningshópunum en nú kannski svona full einföldu mynd því að upphaflega áttu bara að vera 4 starfsmenn. Það var engan veginn nóg til þess að sinna öllu því námsframboði sem okkur ætlað. Til að mynda í dag þá erum við með að þjálfa 45 nemendur í lotu og við erum með þá á varnarsvæðinu Keflavík. Við erum með 9 manns á akstursnámskeiði akstri með forgangi og 20 í skilringafölsum. Þannig að við erum með hátt í 80 manns hjá okkur í húsinu og annar aðstöðu sem við höfum. Þannig að það búið að vera mjög blómlegt menntunarstarf hjá okkur þrátt fyrir þennan svona stutta tíma. En í dag erum við 8 starfsmenn. Það eru 3 lögregluþjálfarar og við fáum auðvitað gríðarlega aðstoð frá lögregluliðunum. Það er náttúrulega það sem við höfum líka verið að gera, við höfum verið að byggja upp að því að Pétur kom inn á það líka á slökkviliðinu með hvernig við getum byggt upp svona netþjálfara. Þá erum við búin að halda 3 námskeið þar sem ég held að sé komnir hátt í 40, það eru 12 námskeið, það hátt í 40 þjálfarar hjá lögregluembættunum sem bera ábyrgð á svona reglubundinni þjálfun hjá sínum embættum, sérstaklega í valdbeitingaræfingum og skotþjálfun og við nýtum þessa þjálfara. Einnig þjálfara sem þjálfa akstur með forgangi og svo eru þetta ýmsir sérfræðingar hjá lögregluembættunum sem vinna út á feltinu og miklu meira sérfræðingar heldur en við getum nokkuð tíma haft. Þannig að eðlilega munum ekki vera með svo marga starfsmenn hjá okkur, heldur munum við nýta þá sem eru hjá embættunum. Nú aðeins aftur að þessu starfsnámi og í raun og þessu skipulagi hjá Háskólanum á Akureyri. Almennt upphaflega þá gerði tillögur ráð fyrir þetta til 18 einingar af 120 sem yrðu verklegar. Hins vegar í samningi menntamálaráðuneytisins og Háskólans á Akureyri er kveðið á 30 einingar sem undirstrikar eru bara mikilvægi þess að þetta er diplómanám sem veitir starfsréttindi. Og það sem þarf að velta því sérstaklega fyrir sér hversu mikla praktíska þjálfun fólk á að fá því að þetta eru í raun og veru eins og þetta sett upp í dag þá eru eins og við sjá hér 4 vikur
starfsnámi 1, 4 vikur í starfsnámi 2 og 2 vikur í starfsnámi 3. Þannig að þetta eru 10 vikur sem þau eru hjá okkur í þjálfun í verkefnum og svo fara þeir til lögregluembættanna en það ekki nægilega margar einingar þar. Þannig að við ætluðum upp að hafa þau 5 vikur en í raun og veru eru þau rúmlega 2 vikur í dag hjá lögregluembættunum og fá svo full starfsemi sem lögreglumenn. Þetta er svolítið ankannaleg staða því að ég held að það getur nú allir séð það í hendi sér að þetta er ekki mikill tími til þess að geta haft þessa stöðu sem nemandi og á þess að vera færð of mikil ábyrgð og fá að þroskast og þróast í starfi. Þessu verður breytt en háskólakerfið er þannig að núna eru í skoðun námskrá fyrir inntöku nemenda haustið 2019 sem útskrifast á 2021. Þannig að þegar maður er háskólakerfið þá er þetta fyrirvarinn sem við erum að vinna með. Þannig að þetta er svolítið, kannski ef við lærum eitthvað á því að þá er dýnamíkin svolítið á meðan að við vorum með kannski í lögregluskóla þar sem var hægt að segja já ok, heyrðu, þetta árið það er til nóg af lögreglumönnum, það er atvinnuleysi með lögreglumanna, við ætlum að taka 16 nemendur inn, svo næsta ár gæti verið komið góðari og allir lögreglumennir farnir og þá getum við tekið 48 og menn útskrifust á einu ári, 3 rannir. Á meðan að í dag er þetta 4 annan ári, þannig að þetta er ekki mjög mikil breyting. Og ef við teljum klukkustundina þá er þetta ekki aukning að fara upp í 2 ára háskóla. Og það er stórlega dregið úr verklegri þjálfun og þjálfun hjá lögregluliðunum í sessett út á vettvangi voru 4 mánuður en eru núna, eins og ég segja, kannski bilum 10-15 dagar. Við námið þannig uppbyggt að þetta eru 2 ár, 4 rannir, þannig að fyrsti nemendurnir byrja allir sem að standast svona þær kröfur sem háskólar gera almennt, það sem er með stúdentspróf, þeir geta innritað sig í lögreglufræði, tekið þar eina 30 einingar að hausti til og sækja svo komast í starfsstjálf til okkar. Í fyrra voru það 160 sem að sóttu núna erum við komin yfir 200, kannski byrja 150 manns en við veljum síðan áramótin 40-50 manns líklega inn í starfsnámi. Þannig að það er töluvert færri koma af stað sem vilja. Þegar ég segi hæfir umsækjendur, 63 hæfir umsækjendur fyrsta árið og 69 annað árið, þá er ég að tala þá einstaklingar sem að standast allar akademískar kröfur í Háskólanum á Akureyri, standast áfangana eftir fyrstu önnina og verklega prófið sem er að vestu óbreytt frá lögregluskóla ríkisins og líka skoðun á sakarferli og slíkt. Þannig að þær kröfur eru allar óbreyttar frá tíma lögregluskóla ríkisins. Eina breytingin er að aldurshámarkið er dottið út en reyndar þrek kröfurnar þess sömu er óháð aldrei. Það er eitt sem ég kannski taki eftir hérna því að þetta er kannski lögregluskóla ríkisins að þar skoðu kynjahlutfallið, þá sjáum við þarna að það eru í fyrsta árgangi voru 27 konur og 21 karl og í öðrum árgangum eru 26 konur og 24 karlar. Þetta er raun og veru breyting sem við sáum hann fyrir ef hann færi háskólastig og endurspeglar raun og veru kannski bara þann skort sem er á karlmönnum í háskólum landsins. Dálítið svona, segir bara dálítið alvarlegt mál. Ég tala eins og fyrir sálfræði, þar sem að sálfræði var nú karlastétt á árum áður en það er orðið hending að það séu karlmenn í sálfræðinámi. Þannig að ég held að við þurfum að gefa okkur í brók ef við ætlum að fá fleiri karlmenn í háskólanum. Ég þurfum svo sem ekki að fara yfir þennan lista hversu margir hvað er kennt, en það eru, við gleymd að nefna svo sem lögreglukerfið og skýrsluskrif, það er gríðarlega stór þáttur af náminu og í því er verið að kenna líka hugsunarhátt í rannsóknum, sakamála, verndun vettvangs og annað. Það eru svona
lögreglu líka í almannavarna ástandi og ýmislegt sem eru lögreglan þarf að kenna og erfitt kannski að fara inn í háskólakerfið nema með tíð og tíma þá og